Gott kvöld. Gestur Kastljóssins í kvöld Davíð Oddsson, fyrrum borgarstjóri, forsætisráðherra og utanríkisráðherra og verðandi seðlabankastjóri. Velkominn, Davíð. Takk fyrir. Já, í dag lauk 14 ára ferlið þínu sem ráðherra, lengst af náttúrulega sem forsætisráðherra. Íslenskt samfélag hefur breyst mjög mikið á þessum 14 árum. Hvernig líst þér á stöðumálum nú og þær breytingar sem hafa orðið? Já, ég held að það hefur breyst gríðarlega mikið og þetta hefur ekki bara breyst hér á landi, það hefur líka gerst svona í kringum okkur, víða hvar. En okkar breytingar hafa verið örari, kannski að því við vorum svona aðeins og eftir. Og þess vegna tökum við meira eftir þeim breytingum. Við erum kannski komið nær því að vera svona jafnsett því sem gerist best hjá öðrum þjóðum. Og höfum aðeins verið lakari lengi vel, þannig að þess vegna sjáum við þessar miklu breytingar. Og við getum núna stunda viðskipti hvarvetna og jafnréttis grundvelli nánast og staðið í samkeppni með árangri. Og sem betur fer látið okkar fólk hafa lífskjör sem upp á það besta sem að býðst í veröldinni. Hvaða meðaltöl sem að gáir að sýna það. Það þýðir ekki það að allir hafi það 100% gott. Það verður seint þannig og ýmsir hafa það ennþá erfitt. Þannig að mörg eru verkefni áfram að vinna. Frelsið í viðskiptum skapar líka ný átök og kannski séð gleggsta dæmið það ná hámarki undanfarna daga. Hvað finnst þér stöðu baugsmálsins eins og menn kalla þetta almennt? Já, ég held að þetta sé nú kannski ekki endilega ángjaf því að við höfum gefið frelsinu of lausan tauminn. Ég held að það sé nauðsynlegt fyrir velferð þjóðarinnar, efnahagslega velferð og drift og kraft. En auðvitað þarf frelsinu að fylgja aðhald og skynsamlegt eftirlit eins og alls þar annars staðar er gert. En þetta mál, við mögum ekki gleyma því, það snýst það að rétt yfirvöld í landinu hafa ákært menn fyrir tiltekna hluti sem ég reyndar ekki inn í nákvæmlega hverjir eru og hef ekki talið mér skylt að setja mig inn í að lesa það sérstaklega, það er ekki á mínu borði. Og þetta mál er til meðferðar og þannig ætti það að vera í frið og ró. En þá er allt sett á annan endan og þar er þessi aðili sjálfur sem auðvitað stendur fyrir því. Og það er hafin birting á skjölum sem menn hafa bersýnilega komist yfir með óvönduðum hætti hvernig sem á það er litið, hvort sem menn hafa brotist inn í tölvukerfi sem er auðvitað mjög alvarlegt að það hefur verið, eða fengið þetta bara sent eins og sagt er því það er stranglega bannað að nota slíkan póst þó þú fáir að bara senda hann eða fyrir misskilning senda hann. Það var stranglega bannað að nota hann samkvæmt fjarskiptalögum, þannig að þetta athæfi hvernig sem á það litið er algjörlega ólögmætt og óþolandi og það er líka auðvitað þannig sem menn verða hræddir við að ef að aðilar sýna sig að misnota hluti eins og fjölmiðlana sína í stórkostlegum stíl þá velta menn fyrir sér eru menn að misnota aðra hluti og við höfum séð þegar í blöðum vangaveltur það hvort að mennum sé óhætt að hringja í síma lengur, hvort að það sé örugt. Þetta er alveg nýtt og þetta er auðvitað óþolandi og þessu verður að linna. Þú hefur talað þetta að baugur misnoti Fréttablaðið sér í hag í þessu máli en finnst þér ritstjóri Morgunblaðsins að misnota það blað í sína þágu? Nei, það finnst mér ekki í sína þágu. Hann hefur ekki, ég veit ekki eins og við hvað er átt í sína þágu. Já, hann náttúrulega fjallar ekki þetta mál öðru leyti en með að birta sína skoðun á því og greinar í blaðinu eru svo tilvitnanir í það sem hann skrifar. Morgunblaðið er algjörlega opið eins og menn vita og hafa verið. Hins vegar hefur Morgunblaðið farið miklu varlegar í að birta úr þessu máli heldur en aðri fjölmiðlar og Styrmir Gunnarsson hefur gert grein fyrir því. Hins vegar er skyndilega ráðist á hann með hætti sem maður hefur ekki séð á Íslandi fyrr. Og hann skýrir sína stöðu og þegar maður fer að gáða því út af hvað gengur þetta allt saman, þá ganga þær árásir út á það að hann hefði haft með það að gera í fyrsta lagi að láta Morgunblaðið fyrir mann Íslending sem býr erlendis þýða nokkra fréttir úr Morgunblaðinu. Í annan stað að benda honum á lögfræðing sem hann gæti treyst vegna þess að hann treysti ekki lögfræðingum hér vegna þess að hann taldi að þetta stórveldi í viðskiptunum hefði slík ítök hér í mannskapnum öllum að það engum verið treystandi og þetta er gert tortryggilegt. En finnst þér skrítið að fólki finnist þetta tortryggilegt í ljósi þeirra umræða sem hefur verið þegar kemur í ljós að framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins Styrmir Gunnarsson og Jón Steinar Gunnlaugsson, allt góðir vinir þínir, hafa átt einhvað samráð þetta mál, hvernig að því staðið eða að minnsta kosti aðstoðað Jón Gerald Söllenberger. Já, það er, við skulum bara horfa á því í hvaða mæli það er gert og ekkert verið að setja það á neitt svið. Það er gert með þeim hætti
Það er þýddar nokkra fréttir úr blaðinu. Það nú sérlega minnsta þjónustu sem hægt að veita í veröldinni og síðan manninum bent á lögfræðing. Ef þetta væri nú allt saman samsæri mikið og menn hafa reynt mikið að finna það út að ég hlýt að standa bak við þetta samsæri eins og þú bendir á að þessi menn eru vinir mínir og kunningjar eins og margir aðrir menn. Ef þetta væri slíkt samsæri, allir menn hefur þá ekki bent á hvern annan lögfræðing heldur en Jón Steinar Gunnlaugsson sem er svo auðvelt að tengja við mig, við erum briddsfélaga meira segja, hvað þá annað. Ef þetta væri samsæri, allir menn hefur þá ekki fengið einhvern annan lögfræðing heldur en slíkan mann. Þetta hefur ekki slíkan brag. Það hefur komið fram að menn hafi bent á Jón Steinar vegna þess að hann var talinn af mörgum afburða lögfræðingur og ég hygg að það hafi nú sannast og margir vitnað það eins og ég man eftir mjög góðum greinu Jóns Baldvins Hannibalssonar í hæfileika Jóns Steinars á því sviði. Þannig það er verið að rugla umræðuna og þá er spurningi bara þetta, hvers vegna eru menn að rugla umræðuna? Hvernig stendur á því að menn láta ekki bara dómstólinn hafa sinn gang? Nú meira sér stendur málið þannig að þessum málum hefur öllum verið vísað frá héraðsdómi. Af hverju þurfa þá þessir sakborningar að láta svona? Og birta með óheimilum hætti hluti einstaklinga sem að engum tilgangi þjónar annað að reyna að hafa þeim mannorðið. Það eru aldrei sér svona að gerast áður. Ólíklegt í ljósi þess að þú hefur verið mjög gagnrýninn og baug að þessir góðu vinnir þínir sem ég gerir ráð fyrir að þú hittir oft að þeir hafi verið að vinna í þessu máli án þess að nefna það við þig. Já, vinna hvað í málunum segir þið. Af hverju heldur ekki bara við þetta sem ég sagði þér? Þeir benda mennum á lögfræðing. Þeir þurfa ekki að hitta mig til þess að benda menn á lögfræðing. Hver þeirra gæti bent þér á lögfræðing á að hitta mig? Ónefnda mann og Davíð hann tengist þess einhver. Jú, það er talað um mig í einhverjum tölvuskeytum og bloggsíðum og öllu slíku. Það bara kemur ekki mál við mig. Ég hafði talað um baug ekki vegna þessa sakamáls, ég veit ekkert um þetta sakamál, hef engan áhuga fyrir þessu sakamáli. Sama hvort þeir vísað frá sakfellt eða sýknað, bara þess að ég gett eftir réttum reglum, hef engan áhuga fyrir málunni. Ég hafði hins vegar áhyggjur af því hvernig baugur var að gína hér yfir öll í landinu því ég óttaðist það sem við nefndum hér í upphafi, að frelsið myndi breytast þá í óskapnað sinn ef einn aðili reyndi að gína yfir öllu og drepa niður alla heilbrigða samkeppni. Það hafði ég áhyggjur af, það hefur komið fram, en ekkert annað og mér finnst að menn, það sé mjög undarlegt að menn þurfa endilega sem að standi því að lögregluyfirvald í landinu hafi talað slíkan ljóð á þeirra ráði að birta þeim eins og maður skýrur það sé þungar ákærur. Að þeir skuli þurfa þá við þessar aðstæður að beita fjölmiðlum sínum með þeim hætti sem þeir hafa beitt. Ekki æskilegt í lýðræðisþjóðfélagi að þegnarnir séu alltaf tortryggnir í garð stjórnvalda? Jú, það er ágætt út af fyrir sig og stjórnvöld hins vegar mega ekki gefa tilefni til þess að þau séu tortrygg. Það er sjálfsagt og eðlilegt að stjórnvöld lúti aga og aðhaldi. Ég er mjög hlynntur því. En dómsmál eiga bara að hafa sinn gang og ég held að allir geti treyst dómstólunum á Íslandi. Ég hef ekki von á öðru. Það skulum við réttsins spóla aftur í tíman, spóla aftur og baka aftur til 1982 þegar að stjórnmálaferill þinn byrjaði fyrir alvöru. Þú var enda búin að vera borgarfulltrúi nokkuð lengi. En þetta var 8 ár held ég. Já, en varst þekktur og ert búin að vera þekktur og þekktast í stjórnmálamaður Íslands eflaust frá þessum tíma. Hvernig var það að vera borgarstjóri samanborið við það að vera forsætisráðherra? Hvort var skemmtilegra? Já, ég var náttúrulega mjög ungur maður sem borgarstjóri. Ég var 34 ára til þess að ég var 43 ára í 9 ár og fullur af lífskrafti og ákafa og stundum geystist maður fram, kannski ekki alltaf varlega eins og gengur. Mér fannst afskaplega gaman í því starfi og fannst mér miða vel. Ég minnist þess að 2 fyrirrennarar mínir í reyndar báðum störfunum, Gunnar Thoroddsen og Geir Hallgrímsson, sem ekki alltaf komu nú vel saman endilega, en þeir sögðu við mig báðir 2 merkir menn þegar ég var borgarstjóri, vertu sem lengst borgarstjóri. Þú munt eftir á að hyggja, þá munt þér þar hafa liðið best, sögðu þeir. Hitt er kaldara og erfiðara og þess áttar. Ég verð að segja eins og mér þótti afar gaman að vera forsætisráðherra. Skemmti mér prýðilega við það, þó ég er náttúrulega ekki eins ungur eins og ég var áður, en mér fannst mjög gaman að eiga samskipti við fólk úr öllum flokkum. Mér fannst gaman að takast á í þinginu, sérstaklega í byrjun. Það voru mikil læti og mikil hamagangur og ég naut þess mjög og við vöktum átt fram á nætur, nótt eftir nótt og í miklum hanaslag. Ég segi ekki að það sé endilega til fyrirmyndar í löggjafarsetningunni, en það var mjög skemmtilegt. Það var ómönd að neita því. Þannig ég
var það reyndar miklu lengur heldur en sem borgarstjóri, 9 ár borgarstjóri og 13,5 ár eða hvað það var sem forsætisráðherra, þannig að ég naut þess mjög vel, reyndar svo veitti sig á allra síðasta sprettinum, þannig að það var kannski pínlítið svindl hjá mér að verða utanríkisráðherra því ég var ekki alveg með í fullu fjöri þegar ég byrjaði þar en líka þar fór mér að líða vel þó ég var ekki nema 1 ár þar eftir því sem að krafturinn óx og styrkurinn fór vaxandi, þá fannst mér gaman að vera það líka. Það eru miklar breytingar framundan hjá flokknum núna. Þú náttúrulega, eins og komið fram ert að hverfa af sjónarsviði stjórnmálana og verður nýr formaður og nýr varaformaður. Líka miklar breytingar hérna í Reykjavík. Hver telur það að leiða lista Sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningar? Ég ætla nú ekki að kveða upp úr það hér og nú og veit ekki eins og hvort ég muni kveða upp úr það fyrir mig opinberlega. Þetta eru 2 mjög góðir menn sem keppa fyrsta sætinu. Ég þekki þá báða vel og starfa reynda mikið með Vilhjálmi og líst mjög vel á unga manning Gísla Marteinn afar vel, báða 2, þannig að við skulum sjálf láta það keppa og ég held að sá gamli sem að hætta eins og þú bendir á, hann eigi nú ekki verið að reyna að ráðskast með það hverjir farið þarna með Sigur og Hólmi, ég treysti þeim báðum. En hvað mikilvægast að sá sem að verður fyrir valinu hafi til brunnis að bera? Hann þarf að hafa góðan og öflugan stuðning á bakvið sig þegar að prófkjörinu lýkur og hann þarf að vera bæði frískur og öflugur en líka mannasættir og skipuleggjandi, þannig að það þarf að vera töluvert kraftmikill maður sem þarna þarf að vera á ferðinni. Og það þýðir ekkert að reyna að fá upp úr þér hvor þessara á betur við þá lýsingu? Þú mátt ekki gera mér það því að ég er bara einlæglega þeirra skoðuna. Núna þegar ég er að hverfa út á pólitíkinni þá á ég ekki að vera ráðskast með það hverjir verða framtíðar leiðtogar hvorki flokksins eða borgarinnar eða þjóðarinnar. Ætlar ekkert að skipta þér af stjórnmálunum áfram, svona á bak við tjöldin? Nei, ég ætla ekki að gera það vegna þess að ef ég gerði það, þá myndi það nú fljótlega spyrjast út, býst ég við, og þá myndi ég missa traust sem starfsmaður í því nýja starfi síðan að fara í. Það er þýðingarmikið fyrir mig og það mun ég reyna að vinna mér inn traust á þeim nýja vettvangi og það traust verður að vera þannig að þó ég eigi rót í stjórnmálum sem ég mun aldrei fela að sjálfsögðu og ekki reyna að fela og er stoltur af, þá verði ég að geta sinnt í starfið þannig að fólk úr öllum flokkum treysti mér og það til þess að leikurinn gerður og ef ég ger það ekki þá verði ég bara að hætta. Þetta er nú ekki flóknara en það. Hvað hefur þið þótt erfiðast á stjórnmálaferlinum? Einhvað atvik eða einhver tiltekin vinna sem að hefur verið erfiðar en annað? Ég man oft eftir því þegar ég var borgarstjóri að þá tók ég á móti gjarnan 50 manns á viku í almennum viðtölum og fólk kom til mín með sín persónulegu vandamál. Ég veit ekki hvort það gerð svo mikið þann dag í dag, það breyttist þegar ég var forsætisráðherra og ég tók þessi vandamál oft mjög nærri mér ef ég gat ekki leyst úr þeim vegna þess að sumt fólk var að berjast og kannski einhverjum í fjölskyldunni orðið eitthvað á eða eitthvað þess áttar og maður hafði ekki nema takmörkuð tök á að hjálpa. Stundum gat maður það, en maður þó líka að fara varlega og gæta sín á öllum reglum og þess áttar og ég tók það oft mjög nærri mér að vera í þessum viðtölum og fólk var komið á manns fund bjartsýnt það að það myndi fara út eitthvað betur staðtildunni þegar kom og það var ekki alltaf þannig að maður gæti það og þá var maður að svifta þetta fólk svona viðbóta von sem það hafði kynnt upp hjá sér. Ég var oft mjög þreyttur þegar ég kom úr öllum þessum viðtölum og þetta persónulega, ég man mikið eftir því. Ertu ennþá í tengslum við fólki í landinu og þið daglega líf eftir 14 ár sem ráðherra? Mér minna að það hafi verið sagt Helmut Kohl þegar hann hætti eftir, var það ekki 14 ár líka, að hefur kynnt fyrir honum að nú þyrfti hann að fá sér svona svo kallað krítarkort og þetta myndi að nota út í búð til þess að kaupa sér mat. Áttu von á að lenda í einhverjum vandræðum þegar þú ferð út úr því sem að hugsanlega verndað umhverfi og hugsanlega ekki? Já, sumir segja ég muni byrja á því að missa af öllum flugvélum þegar ég ferðast og þess áttar því það hefur verið passað vel fyrir mig og svo framvegis og nú er ég hættur að hafa bílstjóra eins og ég hefði haft frá því ég var 34 ára gamall og ég hef gott af þessu öllu saman en ég held ég sé í góðum tengslum. Ég hitti fólk og ég verð aldrei var við það að neitt sé ekki tilbúin til að spjalla við mig, skamma mig eða jafnvel klappa mér pínandi á bakið eftir smá stendur. Ég held ég sé ekki nógu ógnvænlegu til þess að fólk svona veigri sér við því að tala við mig. Og þú verður ekki hættulegur í umferðin heldur þú? Ég hef alltaf keyrt heilmikið og þó ég hef haft bílstjóra og ég hef haft 2 góða bílstjóra, Jón Árnason og Þorkell Samúelsson og Jón var nú hjá mér hjá borginni líka og við fórum saman yfir til ríkisins svona eins og bara gamli félagar
og ég keyrði nú stundum Jón og öfugt, þannig að þetta var ósku gott sambýli þannig ég var vanur að keyra. Ef ég man rétt þá sagðirðu skömmu eftir að þú sæti á þingi að þingið myndi þig á gagnfræðaskóla á ýmsan hátt. Ertu enn þeirrar skoðunar? Já, ég var nú svolítið skammaður fyrir það að tala að þingið verið svo gagg og vest eða hvað þetta var og sjálfsagt átti ég nú ekki að tala svona og reyndir þingmenn voru nú afskaplega hneykslaðir því ég var algjör nýgræðingur og það er nú reyndar þannig ég hef aldrei setið á þingi. Ég hef verið ráðherra frá fyrsta degi frá því ég var þingmaður og aðeins einu sinni komið á þingnefndarfund í utanríkismálanefnd, þannig að þingmönnum náttúrulega fannst ég vera að tala dálítið svona digubarkalega eitthvað sem ég vissi lítið en það var kannski vegna þess að ég hefði nú verið borgarstjóri með öflugar meirihluta í borginni og svona farið nokk mínu fram og mér fannst hægt gangi í þinginu og allt vera svifaseint og miklar umræður og miklar ráðleggingar. Já, það hefur lagast. Ég held fram að ég hef töluvert svona haft áhrif í þá áttina. En það má heldur ekki ganga of langt í þeim efnum frekar en öðrum. Það þarf að gefa málfrelsinu virkilega gott tóm og láta mál svona meltast. En ég var dálítið ákafur því ég var að byrja, ég skal svona viðurkenna það. Fyrst við erum komin svona inn á karakterenginn þín, þá hefur stundum verið sagður skapstór og sem vilja meina þú sést langrækin. Er eitthvað til í því? Ég hef nú verið spurður þetta áður, ég segi nú aðallega ég sé minnugur en frekar heldur en langrækin. Hvernig hefur farið að halda uppi aga til dæmis í flokknum? Því að agi hefur sjaldan líklega verið jafn mikill í nokkrum stjórnmálaflokki á Íslandi eins og... Það hefur gengið mjög vel og ég held vonandi það hefur bara verið vegna þess að það hefur verið sátt formanninn. Það hefur ekki þurft einhverja hörku til líka? Jú, ég hef á til hörku auðvitað og verði að hafa það. Mín aðkoma inn í formennskuna var náttúrulega þannig að ég fór í framboð gegn sitjandi formanni sem var ágætur samstarfsmaður minn. Þannig að það var náttúrulega, byrjunum var dálítið erfið og ekki farið í hana neitt mjög fínlega, þannig að, Var það erfitt fyrir þig að fara gegn Þorsteini? Já, það var eitthvað sem ég taldi vera nauðsynlegt að gera og til reyndar að það hafi komið á daginn að það hefði verið skynsamlegt, en það ekkert endilega eitthvað sem maður kátastur yfir í tilverunni. Men hafa velt fyrir sér hvort að veikinn þín hafi breytt skapferlinu, einkennum þínum. Er eitthvað til í því? Ég vona nú ekki, ég vona að ég hef komist í gegnum þau án þess að breytast mikið, en það þó þannig að það allt í lífinu sem hendir mann, sem breytir manni. Ég held að það breytt mér mjög mikið að eignan skoða konu, held ég. Hún hefur svona stundum tuskað mig til og sérstaklega því ég verið með mikinn derring, að þá hefur hún gert það á sinn milda hátt. Og auðvitað er það líka þannig með veikind að þau örugglega minna mann á að maður nú ekki eins ódauðlegur sem maður hélt. Maður sá þetta í kringu sig líka, ekki bara sína eigin veikind, heldur annarra sem að liðu meiri eruleika heldur en ég og auðvitað hefur þetta allt áhrif á menn. Óttastu dauðann eða gerðirðu það í upphafi veikindana? Nei, og þegar ég fekk seinni fréttirnar seinna krabbameini þá var ég myndið að hugsa það og að kannski væri nú komið að því að nú ætti ég að fara og ég var mjög undrandi á því að ég var þokkalega sáttur við það að ég horfði svona með öxl og hugsaði mér og auðvitað vil ég ekki að fara þannig og ætlaði nú vera eitthvað lengur svona rjáttla þetta en ég var alveg sáttur við það þó en ósáttur við að fara það frá mínu fólki. Þannig held ég að sé með alla, ég held að við séum óskup lík þegar við verðum sjúklingar, hvort sem hvaða störfum sem við höfum gengt, ég held að við séum óskup svipuð alls. Gaf þetta þér tækifæri til þess að komast að niðurstöðum að það var eitthvað sem þú vildir klára í lífinu, eitthvað til viðbótar því sem þú búin að gera nú þegar? Ekki þannig að ég þyrfti að vera hér ofan jarðar til að skila einhverju sérstöku verki áður en ég færi. Heldur aðeins að halda áfram að vinna með mér og mínum og að þeim hugðarefnum sem ég hef haft. Ég hef aldrei lifað fyrir það að vera ómissandi hvorki fyrir þau störf sem ég hef verið í, hjá ríki eða borg. Ég tala nú ekki hinni stóru tilverum. Ég hef búin að ganga allt og oft kirkjugarðinn til að sjá að allar slíkir þankar eru óraunsægir. En þú ert að skrifa bók? Ég alltaf að skrifa, bæði stuttar sögur og lengri sögur og við skulum bara sjá hvað út af því kemur. Nú þarf ég, þegar ég fer í Seðlabanka, þá þarf ég nú að læra heilmikið og sjálfsagt þarf að hafa heilmikið fyrir því fyrst. Það alltaf þegar maður kemur ný starf, þá þarf maður nú að spreyta sig og ég vona að það fólk sem það verði mér innan handar og hjálplegt og taki mér vel þó ég svona þurfi nokkun tíma til að læra nýtt starf. Áttu von að tími gefist til að fara eitthvað í nýja sumarbústaðinn? Já, það ætla ég að vona. Ég er nýbúinn að klára hans og nokkurn veginn á æskustöðum foreldra eða tengdaföður míns, föður konunnar minnar.
og við eigum þar afskaplega góða stundir og göngum þar mikið og unnum okkur vel, þannig ég vona ég geti gert það meira heldur en áður var. Nú ég komið með bústað með rafmagni og öllum græjum, þannig að ég get verið að það sé orðið kalt. Fjölskyldan væntanlega fegin að fá meiri tíma með þér eða hvað? Já, konan var mjög ákveðin því að það væri skynsamlegt að ég myndi hætta. En ég held hún hefði alveg tekið því þó ég hefði ákveðið að vera áfram, en hún mjög sátt við það og ég orðinn það líka mjög sáttur við það. Davíð Oddsson, takk að kærlega fyrir komuna. Takk kærlega. Kastljósinu er lokið, verið sæl. Höns. Nýr fjórhjóladrifinn Honda CR-V. Flott hönnun, lipurð og fjölnota rými, stillanlegt á ótal vegu fyrir allar innkaupaferðir. Kynntu þið bestu kaupin á Borgarjeppa í dag. Fjórhjóladrifinn Honda CR-V. Bernhard, Vatnagörðum. Helstu atriði fréttan okkar. Davíð Oddsson lét af embætti í dag eftir 14 ára samfellda ráðherratíð. 3 ráðherrar tóku við nýjum ráðuneytum í dag. Geir Haarde, nýr utanríkisráðherra, vill halda umsókn Íslands í öryggisráði til streitu en segist ætla að reyna að draga úr kostnaði við kjörið. Nú veit ég ekki hvað mig. Davíð Oddsson segist ekkert vita hvort átt sé við sig í tölvupóstum í Baugsmálinu. Hann segist horfa með hryllingi á hvernig Baugsmiðlar séu misnotaðir. Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra, segir Baugsmálið hafa skaðað þjóðfélagið og ruglað fólki í rýminu. Ritstjóri Morgunblaðsins upplýsir í dag að Baugsmenn hafi greitt Jóni Geraldi Söllenberger 120 milljónir króna til að losna út úr málaferlum sem þeir stofnuðu sjálfir til. Manni var í morgun bjargað af skútu sem hlektist á norðvestur af landinu í nótt, félagi hans fórst. Eitt aðalumfjöllunarefni flokksþings breska verkamannaflokksins er hugsanlega afsögn Tonys Blairs, forsætisráðherra, sem líklega lætur af embætti á kjörtímabilinu. Mikið var dýrðir á Huntingdon kappreiðavellinum í Englandi helgina þegar kapplaup lukkudýra fór fram. 60 lukkudýr, knattspyrnuliða, rúbbíliða, sjónvarps- og útvarpsstöð og fleiri sem nálægt íþróttum koma kepptu titilinn fljótasta lukkudýrið á Englandi. Sigurvegarinn var íkorninn Scoop 6 sem hljóp fyrir veðmálastofu en hundurinn Sammy the Saint, lukkudýr knattspyrnuliðsins Southampton, varð annar. Eins og sjá má skemmtu allir sér vel en menn og dýr tóku keppnina þó misalvarlega. Við minnum á fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Verið sæl.